Jæja, frekar svona bragðdaufum leik lokið. Hver var þín upplifun á þessum leik? Já, við fórum í þennan leik bara mjög þéttir og ætluðum að passa markið okkar. Þeir náttúrulega eru mjög öflugir fram á því afturhalding og ég held að þeir eru ekki skapað sér neitt alvöru færum hér í dag. Þannig að það var kannski, það komu mörg hérna í síðustu viku, þannig að það var allt annað á teinum í dag. Einmitt. Nú tók mér eftir því að Jói var á hliðarlínunni núna og Hallgrímur Mar í síðustu umferð. Hver er ástæðan fyrir því? Ég var nú í banni í síðustu umferð, þannig að við vorum bara að reyna að fá fleiri menn á bekkinn og svo hefur Jói bæði þjálfað mig og Bjarka í mörg ár, þannig að við erum bara svona þess að reyna að fá reynslu frá góðum þjálfurum og það er bara svoleiðis. En í næstu umferð, verður þá með ykkur innan handar eða er þetta bara algjör tilviljun kannski? Já, það kemur í ljós, það er bara spennandi að sjá. Það kemur í ljós, já. Herru, nú var hann ungi Tómas eða ekki, sem skoraði jöfnunarmarkið móti Leikni. Já. Hann fekk tækifæri í dag, ungur 18 ára piltur. Hvernig fannst þér að standa sig? Ég fannst það bara að standa sig mjög vel, hann var mjög duglegur í varnarfærslunum og opnaði þegar við fengum boltann, þannig að ég var bara mjög ánægður með Tómas í dag. Akkurát. Og nýji maðurinn frá Svíþjóð, ég tók nú vita við hann áðan, mér fannst hann nú bara maður leiksins. Hann erfitt nafn, Mata Mudur, já. Hvernig er hann að koma inn í þetta? Hann er bara mjög duglegur og flottur karakter, hann passar vel inn í okkar hóp og það voru bara, fannst mér allir sem voru að skila sínu og allir að berjast og þannig ég er bara mjög sáttur með liðsframmistöðuna í dag. Við hefum stundum getað gert betur í nokkrum stöðum sóknarlega og fengið betri færi en heilt yfir er ég bara frekar sáttur með það. Akkurát, ég meina 2 stig úr 2 leikjunum, er það ekki bara svona ásættanlegt? Jú, það hefði alveg gaman að vera kannski komin í 4 stig. Við hefðum alveg getað skorað í lokin í síðasta leik og svo fannst mér eiginlega vera rændir augljósir vítaspyrnu í dag. Þannig kannski með smá heppni værum við kannski með 4 stig en við tökum allavega þessi 2 sem við erum komin um þegar. Akkurat. Og þeir eru væntanlega ósammála spám sem gera ráð fyrir því að þið endið í 12. sæti og fallið. Það eru svona allar spár sem ég hef lesið er að gera ráð fyrir því. Já, ég meina það er bara að hjálpa okkur að engin annar hefur trú á okkur. Það stefnum við ekkert að vera í 12. sæti, við reynum bara að fara eins og vel og við getum og vonandi allavega reynda að keyra á einhverjum spilsæti. Akkurat, er ekki sterkt að koma inn á útivöll á móti lið sem verið best í fyrra og ná jafntefli? Jú, það er mjög gott og vonandi getum við bara byggt á þessu framhaldinu. Einmitt, bara glæsilegt, takk kærlega fyrir viðtalið.